Já, nú ætlum við að fjalla Breiðholtið eða kannski efra Breiðholtið. Það hefur verið umræða það í samfélaginu. Kveiknaði kannski núna síðast út af grein sem að Eðvarð Hilmarsson kennari skrifaði sem að Breiðholtið brennur. Og svo vorum við líka hérna við Rauðaborðið að ræða við hann Brynjar Karl Sigurðsson sem er með íþróttafélagið Aþenu upp í Breiðholti og samtal mitt við hann hér í gær snýrist svona góðuleiti Breiðholti. Bæði fyrir og nú. Brynjar Karl alinn upp í Breiðholtinu á þeim tíma þegar það var hverfi eða efra Breiðholtið, Fellahverfin, hverfi lágtekju fólks af íslenskum uppruna. En nú láti ekki fólkið að stórleiti orðið innflytjendur eins og við þekkjum. Ég held að sé meira en helmingurinn af félögum í Eflingu sem eru á erlendum uppruna, enn fleiri sem eru til dæmis í verkalýðsfélagi Keflavíkur þótt það tengist ekki í Breiðholtinu. Þannig samfélagsbreytingar sem hafa orðið og þetta náttúrulega gríðarlega breytingar sem eiga sér stað, reynir á alls konar kerfi og reynir á samfélagið sjálft. Og okkur langar hérna í þessu þætti og svo við Rauðaborðið að ræða svolítið þessar breytingar sem að verða upp í Breiðholti og hvernig það birtast. Og þá kannski eðlilegt að byrja á því að fá Eðvarð hingað. Jú, sálur að segja. Blessar. Þú, til og með þess að þú skrifar þessa grein, þannig þá eðlilegt að bara byrja þar. Má ég spyrja af hverju skrifar greinina? Ég skrifa hann í rauninni að því að þannig að allar viðvörunarbjöllur búin að hringja í þarna huganum af fólki sem að býra þarna og inni bara í landinu. Við vitum eitthvað og þú veist, það mikil ótti bara að benda á það og umræðan svolítið í fjötrum. Við þorum ekkert að segja hluti að því við erum svo hrætt við að orðin okkar séu miskilin og þarna... Eða misnotuð? Já, eða misnotuð og þú veist, hluti klipptir úr samhengi. Þannig að ég ákvað það bara að þú veist, ég bara að fara allar leið. Ég myndi bara segja nákvæmlega það sem ég að sjá og þarna titillinn mjög sláandi, Breiðholt brennur og strax eftir titillinn þá ég að tala óeirðir, alvarlegar óeirðir erlendis, þú veist, það sem að fólk lætur lífið og þú veist, mikið eignatjón og þetta einu þjóðfélagslegu skaði og þarna og ég að gefa því samhengi, þú veist. Þetta ekki í rauninni, það má ekki einblína á uppruna. Þú veist, upprunin hefur lítið að gera með svona óeirði, þú veist, þú getum við rakið það alveg langt fyrir tíma Rómverja, að þú veist, fólk sé í rauninni að þú veist, breiðast við vanrækslu og þarna og það tekur tíma fyrir fólk að átta sá því verið að þú veist, í rauninni að misnota mig, verið að ljúga mér að þú veist, ég sé að búa í réttlátu þjóðfélagi, þú veist, það sem að ég get sett barnið mitt í skóla, hvaða skóla sem og þú veist, þarna þá að fá sömu tækifæri að fá að dafna og ég sé alveg að þetta svikimára og þarna mikið vænt hverfið mitt, mjög vænt fólki í kringum mig og það bara mjög blandaðir hópur, þú veist, það eru innfættir, það þarna, þú veist, fólk sem tvítingt, þú veist, það þarna, og blöndunin alltaf meira og meiri, þú veist, þannig að það verður alltaf erfiðar og erfiðar að fara að stimpla þetta, þú veist, sem eitthvað sem í genónum okkar, þú veist, þú veist, þeir sem eru hvítir, að þeir eru, þú veist, með ykkur ákveðna fordóma sem bara innbyggðir og það, þú veist, það engin hugmyndafræði í líffræði eða nokkur öðru sem styður þetta. Það verður svolítið, og það partur að þetta fór að gera, ég þurfti að tala um þetta að því ég stjórnmálafræðingur og þarna hef aldrei unnið sem slíkur, ég bara mentunina og með bíagráði sakfræði líka og mjög víðlesinn og mikinn áhuga á fólki og samfélögum og þú veist, sálfræði og fleiru og draumastarfi var að vera kennari, þú veist, þá fæ ég að tala allan daginn og fæ, þú veist, að segja fólki og gefa því samhengi, þú veist, það það sem að kennarinn að gera, hann að taka, þú veist, ekki bara, þú veist, það sem í bókinu, þú veist, að gefa sér samhengi, það gefa sér svolítið líf og þú veist, að hjálpa börnum að þarna, í rauninu að upplifa þekkinguna og þarna og mér fór að finna svolítið erfitt, við erum einhvern veginn að stefni það átt að þetta viljum við ekki, þú veist, þessi bók sem ég aðalnámskrá grunnskóla, hún kemur nú 2011 og þarna Katrín Jakobsdóttir skrifaði æðislegan inngang hérna sem frábær en það margt sem ekki gangu upp og þarna og það alveg augljóst að því við tökum þetta upp 2019 það tekur okkur alveg 6 ár frá greinasviðshlutanum að fara að byrja að framkvæma og það alveg ástæði fyrir því og þetta þú veist, ógagnsætt kerfi en ég fyrir aftur yfir í það sem ég var að tala um stjórnmálafræðina og hún gefur mér svolítið verkfæri sem að þú veist, flesti kannski hafi ekki og þarna og aðalega bara því við erum ekki að kenna fólk í það að þú tekur alls konar kenningar og þú notar það eins og gleraugu. Þú veist, þannig að þú ert með til dæmis þarna, þú veist, forréttindaprinsipið, það svona ákveðið gleraugu. Þú
þú setur þau á þig, þú skoðar heiminn og þú sér kannski eitthvað sem að og það dýrmætt og það gagnlegt, en svo tekur þau af þér og svo tekur upp önnur gleraugu sem að þú veist kannski hugsa meir efnahag og þarna tekur þau af þér og getur sett upp þú veist þriðju gleraugun sem að þú veist kannski skoðar aðra menningarlega hluti, þú veist tungumál eða eitthvað annað og þú ert alltaf að skipta gleraugun og svo ert að skoða raunveruleikann. Það sem við virðumst festast í og þú veist bara í rauninni öll þjóðfélags sögunar, sko þegar illa fer, þá búið að setja þessi gleraugu og þau eru fest á okkur. Þú veist þannig við erum fann að sjá heiminn alfarið út frá einhverju hugmyndafræði og þá erum við hætt að sjá heiminn og mér finnst sko að ástandi í kringum mig það birtingamynd þetta að því að raunveruleikin er öskra á okkur og samt getum við ekki sagt það að því að við erum bara föst í Ákveðið ekki. Það við erum föst með þessi gleraugu og við líka trúum því sko allir aðrir sjá þetta þó eins. Þú veist þannig að ef að ég segi til dæmis það var haturslaukið sem að þú veist fór ekki í gegn og við líka með dæmi þarna í Evrópu bæði á Írlandi og í Skotlandi og þú veist og þetta svolítið þessi hugmyndafræði sko hún hætt að ganga upp af því að þarna að þetta svo huglægt og þetta náttúrulega, og það aldrei góð sviti ef að ríkið, þú veist, fær að stýra ykkur sem huglægt þú getur ykkur völd og hann fær svo að túlka þú veist út á hvað það snýst, þannig að og það náttúrulega sko kerfislega andstæði við öfgar og stundum það til að byrja með og hverfa, en stundum þá náða þeir að þú veist yfirgnef og ég ekki að segja að þú veist að hatursorðræða náttúrulega alveg mál, en þegar engin veit hvað hatursorðræða þá erum við í vanda og þarna til dæmis það að skrifa Breiðholt brennur og fara að tala óeirðir þú veist, það verður allir hræddir bara guð minn almáttugur, hvernig getur maðurinn verið að tala svona og það það sem að vantar vanlega umræðuna, það samhengið þess vegna var þessi grein alveg í góðu lagi af því að það samhengi fyrir öllu sem ég segi og greinin ábyrgt samtal. Já, en þú skrifar hana til þess að vekja athygli á ástandi sem að þú hefur á tilfinningunni að sé ekki upp á borði af því að við eigum einhvern í erfiðleikum með að ræða það eða hvað? Sko, það sem að gerast að sko, og þetta eru 3 hlutir sem við erum í vandræðum með. Það sko, það ábyrgð. Íslendingar eru bara sérfræðingar í því að hafa hana hvergi og þú veist, ég veit ekki hvaða fræði ég vil nota til þess að þú veist vinda af því, en við erum einhvern veginn að búa til kerfi það sem að enginn ábyrgur fyrir neinu. Það bara sama hvað það Og þá bregst kerfið ekki við breyttum aðstæðum eða hvað? Nei, við verðum svolítið meðvirk og þú veist, þeir eitthvað fyrir úrskeiðis, menn það sést bara á, þú veist, ráðherra kannski skiptir stól og þú veist, erlendis þá, þú veist, þá myndi það telja sko bara djúpstæður vandi ef að þú nærði ekki stjórnarmanni úr herbygginu, þú veist, hann getur bara fært sig til, þú veist, það allavega ekki svona góð optik, sko, þetta lítur ekki vel út utanfrá. En varðandi Breiðholtið eins og núna, hvernig birtist ábyrgðarleysið í Breiðholti? Sko, það sem að gerast þar að Breiðholtið ekki í sjálfum sér sko vandinn. Það sem að gerast að hann miklu víðtækari og hann byggir á, þú veist, við náttúrulega vera kerfi, við menntakerfi sem í raun ekki að fungera þannig að við höldum að gera. Þú veist, það að gera eitthvað annað en þarna, við höldum. Þetta í raun ekki sem heilstæð eining, þá þetta hvorki eining nýjað eitthvað sem að skapa réttu afurð. Þetta í óefægi og þarna... Hvernig birtist það? Það birtist sko þegar þú tekur aðstæður sem eru ferra varða aukafullar og þú veist, sem bara krefjandi verkefni, en nú ertu komið með, þú veist, alveg bara langt umfram meiri hluta af erlendum uppruna, börn á annarri kynslóð, börn á fyrstu kynslóð sem að, þú veist, þurfa bara að komast í málumhverfi og fá tjá sig. Og þarna, eins og, víst, ég talaði í greini minna, barnið mitt þú veist, við leikskóla, hann tvítyngdur, það annar barn sem tvítyngd og svo eitt barn í viðbútt sem að, þú veist, talar íslensku á heimilinu, og svo 15 annar barn sem með erlendan uppruna. Í hvaða málumhverfi hann til þess að læra, þú veist, að tala íslensku? Og þá bregst kerfið við reyndar með að reyna að láta þau lesa, en þú veist, það leysir hlutavandanum í rauninni og ekki að leysa vel að því að við skoðum sko lokaafurðina, þá getum við dæmt kerfið og það sem ég sko ótti við það að tala lokaafurðina og sérstaklega innan sko stofnanna, það er erfitt að gagnrýna, fólk tekur að nær sér og það alveg búið að missa sko samhengið, heildarmyndin og horfin að þú veist við erum í rauninni að reyna að framleiða eitthvað sem menntun og sem framtíð fólks og við látið svona eins og sko ef við værum í veitingahús og þú veist heilbrigðislyftið kemi og myndir segja við sko að maturinn, hann ekki hæfur til manneldis, þá myndir þú bregðast við og segja wow, nú þurfum við aðeins að fara að skoða okkar en þú myndir ekki taka reiðin og segja en
en við skreyttum rosalega vel, þú veist, það mæta allir á morgnana og þarna, þú veist, nýjabörn eru vel þrifin. Fólk er að leggja sig fram, eins og stundum er gert hérna á Íslandi, það er oft talað sko, ef að vera gagnrýna, þá eigum við að viðurkenna að vilja raun allir vel. Já, og sem er alveg rétt, sko, og við hefum líka vera, málið, þú veist, það er kannski óþarf að vera að hampa hlutin sem eru í lagi. Þú áttir inn að bara viðurkenna hér vandamál og fara þá að leita af... En má ég spyrja, hérna með deildina sem að sonuðinn, eða ekki, er á? Það sem eru var á, hann er ekki í leikskólakerfinu. Það sem var á, það sem eru 3 sem að tala íslensku heima hjá sér? Nei. Að hluta til, en 15 ekki. Að 3 af 18. Hvað í, hérna, hvernig getur við tryggt syniðinum að hann myndi alast upp inn í íslensku samfélagi eða íslensku málumhverfi? Sko, þetta eru leikskólakennarar, þeir eru, þú veist, þetta fái menntaði núna í kerfinu, en þarna, þetta er stjætt sem að veit alveg hvað hann að gera. Þú veist, við þurfum að spyrja þetta fólk, hvernig áfara þessu, ekki sérfræðingarnir sem er að koma utanfrá. Þeir eru nefnilega með raungleru og svarið er rosalega einfalt. Þú þarft í rauninni, einhvers þarf að tala við barnið. Að, þú veist, við fundum upp siðmenningu, borgir og þú veist, þarna, stærðfræði og bara ótrúlegustu hluti áður en við komum í þetta mál. Og þarna, lesturinn er ekkert forsenda þess að allt gangi upp. Samtalið, það er það sem við sem, þú veist, í rauninni dýrategund, þróumst yfir í eitthvað annað, þar að við tölum. Þú þarft að bjóða þessum börnum tækifærið til þess að geta talað. Og það gerist ekki ef að engin jafningi hefur tök á málinu, það er bara augljóst. Að, þú veist, það er alveg bara tapaspil. En hvað gerum við þeirri stöðu? Við þurfum að hafa fleira fólk og við þurfum ekki að dreifa þessu öðruvísi. Við þurfum bara að játa það, sko, og það er enda vandamál í þessu kerfi, sko, að auðvitað er þetta sérskóli. Þú veist, aðstæður eru þannig að þá þarf það mikla sértaka aðstoð að þetta er orðið sérskóli, en það vil enginn tala það því það væri fordómar. Og það er aftur þessi glerugu, sko, að festa fólk, að það er að ímynda sér að allir í hverfinu séu svo viðkvæmir fyrir stimpil. Þetta fólk er viðkvæmt fyrir grimmd gagnvart börnunum þeirra, ekki fyrir því að vera stimplað, sko, sem eitthvað sem þarf aðstoð. Sko, við erum, þetta er ekki þessi fólk að kenna, það er í vinnunni, það er allstæðir í þjóðfélaginu að vinna og borga skatta og þarna og rétt á þjónustu, skólaþjónustu fyrir börnin sín. Já, og líka treystaði að við séum að standa við það sem við segjum, en ef við skoðum lokaafurina, ef hún er engin, þá, þú veist, er prósessin ekki að virka. Hérna, við fluttum til Parísar þegar dóttir okkar var 7 ára og þá fór hún inn í skólakerfið og við völdum skóla sem hafði gott orð á sér að vera með góða aðlögunardeild og þá var dóttir okkar fyrst alfarið í svona bekk með hérna öðrum innflytjendum og svo var hægt og bítandi þá fór hún að ganga inn í annan bekk en hafði alltaf stuðning í þessum aðlögunarbekk til þess að læra fransku og fá stuðning, gat leitað með heimanám þar sem að var, þú veist, franska var hérna tungumálið, eins og veist, samfélagsfræðið eitthvað þar sem að tungumála getan gat dreigið aftur af hennar menntun. Og á hvað aldri var hún? Það var 7 ára. Já, mín dóttir kom hingað, sko, hann er stjúpdóttirinn 7 ára og þú dreift ímyndaði hvernig það væri fyrir hann að fara í 9. bekkinn, skilur, það er svolítið erfiðara. Já, það er svona, hérna, það er eitthvað þrepaskiptingu, en eins og þú ert að lýsa þessu, þá eru kannski leikskólanir uppi í Efra-Breiðholti og Fellakurinu og Fellaskóli, eiginlega bara ein risastór aðlögunardeild. Það vantar skólan. Í reyni, já. Ef við bara viðurkennum vandann, þá væri þetta sjálfsögðu þannig og þarna, þú þarft fleiri kennara og þarna, þú veist, þú ert ekki endalaus á sérfræðinga eins og við erum með talmeinafræðinga sem er mjög dýrir, þetta eru heilbrigðisstarfsmenn, miklu dýrar en kennarar í rekstri. Þeir eru góðir í að kenna fólki að tala, en kennarar eru góðir í því að kenna fólki samskipti og í rauninni tungumál og samskipti er í rauninni sami hluturinn. Þannig að þú þarft miklu minni hópastæðir til þetta gangi upp eða að fara bara að dreifa fólki öðruvísi. Svo borgirna og... Bara að fara að blanda saman, sko, hópum. Okkur vantar hérna íbúðir fyrir hérna lágtekjufólk inn í Garðabæ og sko, það er einleið og í Fossvoginn og 107 og fleiri svona hverfi sem eru að verða ansi svona dýr. Já, ég held þessi auðveldara í rauninni að sko, eftir við færðum skólinn yfir á þú veist, sveitafélögin, þá myndar ójöfnuð og þetta er bara myndar ójöfnuð, hvernig þá? Sko, ég er núna að klára 5 mánaða veikindaleyfi af því að ég voru að fara 2 aðgerðir hún að verða fyrir, þú veist, ég er bara skemmtur eftir miklu, það er náttúrulega ekki sett króna í viðhaldið á þessum byggingu sem verður vinni og við þarna
töldum það okkar stærsta sigur til þessi COVID, að við allra þjóða settum viðkvæmustu börnin í miklaða skólastofur með grímu, með metrar á milli sín, og þar fenguðu að dúsa í stæðan fyrir að vera heima hjá sér í faðmi fjölskyldunar, og þá styrkjast í móðumáli að þessi börn eru veika móðumálinu, þau eru með orðafara sem tengist kannski, þú veist, frendi, frænka og tilfinningar og svoleiðis samskipti. Síðan eru þau með skólastofu tungumáli sem íslenskan, það það sem varst að gera í bókunum og svoleiðis, og svo eru þau með þarna samskiptamáli sem enskan, að þegar við sem krökkur langar að gera eitthvað skemmtilegt eða finna eitthvað, þá það ekki til á íslensku í flestum tilfellum, því miður, og þau eru veik á öllum fremur stöðum. Þú veist, þau eru ekki sterk í móðumálinu, þau eru ekki sterk á íslensku og þau eru ekki sterk á ensku. Og það mýta sem svona frekar sorglega og leiðilega, sko, að þú veist, þessi barátta milli enskunnar og íslenskunnar, og það það bara ekki neitt. Þú veist, við fengið fólk inn sem ætlar að tala við krakkana og þú veist, skiptir yfir á ensku, þá að skilja svo marg undan, sem hafa engan enskan uppruna, við ekkert út af hvað það snýst. Þannig að eðlilega samskiptamál fólks frá ólíkum stöðum á Íslandi væri íslenska? Já, og við þurfum, það mikið vinna það stöðum alveg ekki, en með börnin, sko, annarkvort setur það mikið að fullorðnu fólkin að þau hafi samtöl, eða þá að þú ferð að blanda hópanum bara með hreinlega færa þá til að byrja með. Færa þá til, meina það bara milli hverfa? Já, í rauninni, sko, ef þetta fara í öfgaprósentu, þá bara farið að verða að tala við Íslendinga eins og að fara, þú veist, eiga pennavinn í Frakklandi, skilur. Í hvaða skóla varst að kenna? Sko, ég búin að kenna í 3 skólum. Ég búin að kenna í Hólabrekksskóla, ég búin að kenna í Fellaskóla, ég búin að kenna í Seljaskóla, minnst reyndar að því ég þarna út af miklu ástandi sem fyrir, sko, ekki þar. Þá var bara mjög tjónaður á heilsunni og þarna, og það búið mjög erfitt reyndar, það var svo ánæður að þú veist, ég þurfti alveg að fara í aðgerð, sko, en ég kannski fram á að þetta var eitthvað meir en ég bara bregðast fólki, sko. Og þarna, það sem að gerast með þessar 3 stofnanir að prósentan sko mismundi, en þetta eru allt skólar sem að sko eiga í rauninni tilkall til þess að fá meira inn. Og meira fjö? Já. En það þannig að ég minnir hann Helgi, skólastjóri í Fellaskóla, hafa verið að segja bara í mokkanum í gær að það væri svoleiðis stuðningur, og ég hef heyrt fleiri segja það hérna við þetta borð, þegar við höfum að vera að ræða þetta, að það fylgir svona einhver auka fjárveiting hérna innflytjendabönnum til þess að mæta þessu kostnaði, en ég hef líka heyrt að svo upp að sé bara fáránlega á. Það náttúrulega var líka vandamál með sko jöfnunarsjóður, hann fór að ekki til Reykjavíkur og þarna svo líka þetta önnur kynslóð. Þú veist, þetta ekki endilega fólk sem koma flugvélina, það líka svolítið mýta, sko, þetta sé allt einhverju krakka sem bara byrta, sko. Nei, þau eru alast upp í hverju það sem að íslenskan ekki notuð, af því að við erum ekki að kenna íslenskuna í rauninni, ég finnst þetta bara vítarhingur og þarna aðeins að missa þráður. Við vil okkar líka staldra þarna, þegar þú tala að dreifa. Já, nei, ég grípa þetta með bara, sko, lýsinguna, ég svolítið mikilvæg, sko, jú, það að gera fullt af góðum hlutum, fullt af fólki sem að, þú veist, bara deyja í vinnunni, að það að gera allt of mikið. Veist, þegar ég var náttúrufræðikennari, þá var ég að taka náttúrufræðibækur sem skrifaðir í Svíþjóð fyrir aldamót, ef mann ártölinn rétt, koma út svona stutt eftir aldamótin, á tungumáli sem bara allt of háfleygt til þess að það sé gaglegt, og ég að endurskrifa og búa til efni alla dag á fullu til þess að geta verið í kennslu, og þarna, þú veist, þannig að ég lítinn tíma og ég með, þú veist, 25 börn, sum skilja mig ekki neitt, sum skilja mig, þú veist, alveg sæmilega, þeim vantar, sko, orðaforðin þarf alltaf að vera einfaldaður, svo að gangi upp, og hvernig leysir þetta kerfislega sem ég var að segja á, þú þarf að fullt af fólki að kenna íslensku, þú fiktar bara í bókhaldun og segir það allir íslensku kennarar, og þá þetta allt í orðið mjög gott á pappír, en ef ég ekki einu sinni faggreinakennari, hvernig í óskubónum þá íslensku kennari, og akkur ég þá ekki með einhverja aukaleg námsgögn til að gera þetta, jafnvel stuðning inn, sem ekki eitthvað í höndunum. Mér aðra búið bara að fara á námskeið, eins og það sé eitthvað að fara að hjálpa mér að þú veist, breyta einhverju sem ég ræði ekki við. Og þarna sorgin, sko, að sko, kerfið búið að bregðast allstaðar. Þú veist, eitthvað byrjaði hjá, þú veist, ég segjum bara Katrínu Jakobsdóttir í þessu tilfelli, hún var menntamálaráðherra þegar bókin kemur út og búin að vera í stöðu til þess að geta veittu sig aðhald, svo sem, hvað sem menntamálaráðherra eða ekki, að sko, það gerist ekki neitt, og það fer niður og niður, það fer til skólastjóra og hann hugsa með sér, já, ég er bara með X fjármagn og ég geri allt sem ég get með fjármagnið og þarna, og svo það deildastjórinn og svo það, þú veist, kennarinn og kennar hugsa með sér, já, þú veist, annarkvæmst þetta mér að kenna eða börnunum að kenna og þú veist, það taka allir eina sorgaprósess, sko, að það sjá allir þetta virkar ekki, að þú veist, og allir taka þetta inn á sig og börnin að sjálfsögðu, að því þeim ekki, þau ekki verið við því, að það sé verið að, þú veist, snöða það sem ætturinn að vera að fá og en þegar þú segir foreldrum það,
þú veist, í foreldraviðtölum, þá segi ég bara við foreldrar hef alltaf gert sko, þannig að það er ekki sanngjarnt að barnið skuli ekki fá aðstoð frá mér. Ég bara get ekki aðstoðu öll í einu og það er ekki hægt og þau eru bara fulla saman, þetta eru nágrannar mínir og þau skilja alveg að þú veist, kerfið er ekkert að reyna að leysa úr þessu og það mikilvæga... Þá upplifa þau að þau séu bara skilin eftir með vandan, hverfið lítið framjá þeim. Já, en séu kannski með eitthvað svona fagurgala eitthvað staðar. Já, en málið þú mátt ekki segja þetta við fólkið af því það er svo mikill ótt það þú veist, upplifið það sé eitthvað lítið niður á þessu leys. Það er verið að því. Já, með meðferð að þarna, þetta snýr svolítið öfugt, maður tekur gleraugun af sér og fer að sjá þetta, en þegar ég segi við barnið, það er ekki sanngjarnt og þú fæst ekki hjálp frá mér. Það er ósanngjarnt að þú þurftir að berjast við það að hafa lítið kennsluefni og vondur aðstæður. Allt sem þú er búin að gera sem er dásamlegt, það átt þú. Ekki, þú veist, kerfið sem hún kemur frá. Þetta er þinn sigur. Og mér finnst mjög sorglegt að sjá þarna í grein nýlega að vera hampað því að það heyrast glæsilega sögur úr framhaldsskólakerfinu af fólki af erlendum uppruna. Dóttir mín er að klára núna í menntaskóla að læra forritun. Það er enginn úr hennar hópi í framhaldsskóla að klára. Enginn. Og hennar hópi hvernig þá? Semst hennar jafningjar. Og samt kemur hún úr eldrakerfinu, hún kom 7 ára. Ég skil ekki alveg hver er hennar hópur sem er ekki klára. Það er semst aðalega börn af erlendum uppruna. Þú veist, hún er eina af jafningjum. Þú veist, þegar ég fór í framhaldsskóla, þá, þú veist, fór fólk inn. Þú meinar af krökkunum sem útskrifuðust úr grunnskóla, þá er hún eina sem er að klára framhaldsskóla. Já. Og ég ætla ekki að lifa kerfinu að þú veist, eigna sér það. Hún á þann sigur sjálf, algjörlega, sko. Og það var gegn eiginlega mótbyrnun sem hún náði í rauninni og þú veist það er tölu enska hjá mér sem er mjög óvinsælt sko þegar ég tala það og oft er ég gagnrýndur fyrir það þú veist hvernig þetta er ég að tala ensku heima og skona mín er frá Bretlandi stelpurnar komið beint frá Bretlandi ég veist hef búið í Kanada lengi og bara þægilegt mál og svo ákvað ég endaði með barnið mitt að því það er til svo lítið efni á íslensku og hann er í umhverfi sem engin íslensk er í gangi að hann talaði ensku heima, þannig að hann er sko langt umfram aldur í orðaforða og hefur sko sterkan grunn til að byggja á, til að fara svo að læra íslenskuna og hann skipti málumhverfi, hann gæti elt mig að því ég færði mig í starfi og þú veist, hann er að dafna núna með íslenskuna en það verið algjör óþarfi að leggja eitthvað mikið púður í það þegar það er engar aðstæður fyrir hann til þess að geta nýtt þetta. Ég heldur frekar hann væri þá sterkur þú veist, þú hefði þá, þú veist, vítakan orðaforða og skilning og svoleiðis og það skadar náttúrulega ef að fólk er með 3 tungumál og fá að styrkleika þá nærða ekki að skilja, þú veist, samhengi og þarna það er miklu erfiðara að læra ef þú hefur ekki verkfæri til þess. Þú sagðir að ertu með þessa námskrá fyrir fram að þig og það er formála eftir Katrínu Jakobsdóttur. Er þetta ekki formála það sem að segir einhvern veginn að skólinn eigi að undirbúa krakkana fyrir að búa í lýðræðissamfélagi, mæta hverjum á sínum stað og annað slíkt? Jú, þetta er uppáhalds hluti minn sko. Þetta er sendingin það sko. Skólar eru einu stofnarinn samfélagsins sem geta tryggt öllum uppvaxandi og sagt öllum og tryggt. Það er það sem eru bara að krefja þau. Tryggjum þá öllum þetta. Það væri gott sko. Uppvaxandi kynslóðum tækir þess að búa sig undir þáttöku í virku lýðræði, tala og gagnrýna og skapandi hugsun og mæta ólíkum félagslegum og menningulegum aðferðum og svo líka tala að veita sko það má ég aðeins staldra hana, vegna þess að áðan þá sagðist þú vera inn í náttúrufræðitíma og væri að reyna að kenna börnunum og hluti af þeim ég fekk á tilfinningur að væri bara stór hluti af þeim skildi bara ekki hvað það að segja það fólk sem situr í náttúrufræðitíma með þér lifir ekki þessum heimi sem það er verið að lýsa. Nei, og í rauninni sko, þau skilja mig, að því ég einfaldaði sko... Já, hluta, en þú sagði sumir bara næði. Það er ykkur einstaklingar sem að, þú veist, koma seint inn og þau eiga verið að upplifa eitthvað jafningi einhverju, en þá náttúrulega upplifi bara tap að sitja í hópisinn og skilur ekki, sko, við erum ekki alveg að, og þetta er líka með, þú veist, þessi hugmyndafræði, sko, þarna skólanagreiningar og við lögum niður mikilvægt stóðkerfi til þess að búa til þessa fantasíu sem verður stundum að sko skólan afskipta. Barnið færi ekkert neina þjónustu af því að þarna einn kennari með 25 börn, það bara segir sér sjálft. Þú veist, það er bara vist mikið hvað þú getur og þarna en aftur í bókina sko, það er ekki talað líka sko menntaþarfinn almenna borgara nægilega við til þess að hann geti veitt valdhöfum eðlilegt aðhald. Hvort sem þeir eru í fjármálalífinu, stjórnmálum, fjölmiðlum eða öðrum sviðum. Þetta væri rosalega flott sko. Þetta er ekki nemandi sem satt í náttúrutímanu og skildi ekki hvað það segja. Hún sá nemandi ekki eflast.
Nei, ekki nema hann sé heppinn. Hann mun ekki veita stjórnvöld maðal nema kannski með uppreist eins og þú varst að segja. Já, hann náttúrulega veit lítið hvað í gangi sko, og það versta að fólk treystir okkur og sko, með því að bara vera þarna og samþykja þetta, þá ekki þessi ykkur gæðastimpil og mér finnst bara óhæðilegt að segja að ég hef verið íslensku kennari. Ég veit ég er búin að kenna fullt af börnum mikið af íslensku og það er alveg satt, en ég var ekki íslensku kennari, ég var ekki í þeim aðstæðin sem að ég sem fagmaður myndi kalla mig íslensku kennara og það er reynda sko, við erum að fókusera alltaf mikið á þetta neikvæða, sko, raunverulega leiðirna sem virka, svo ég var með borðspilaval og mér fannst það æðislegt borðspilaval, ég er mikil nörd og gaman á tölvum og þarna tækjum og borðspilum, að ég sko fekk tækjafrið til þess og það var í feldskóla og það var ákveðið að það væri í lagi að hafa bara, þú veist, offramboð á kennurum með við fjölda nemenda og taka borðspilin og tala saman. Það er svo dýrmætt. Þú veist, þarna ertu að þjálfa alls konar og pluss það að þú ert líka að æfa þau í samskiptum. Þú veist, ykkur þarf að tala við þetta fólk til þess að geti lært að þjá sig og þarna, við erum hins vegar sko, ég veit ekki stöðuna hjá þeim núna, búin að frá vinnu lengi og þarna ekki sem að skóla en það var svo mikil áhersla alltaf að mæla lesræðan. Þú veist, ég veit bara sem les hraðar en ég en skilur ekki orð sem að segir og svo svona uppáhaldst úti minn í gegnum tíðina sko með svona smá mótrúa, hann er með bara alveg svakalega góðan orðaforða en hann vill bara ekkert lesa hraðar heldur en 30 orða mínútu og þú veist, þannig við þurfum fleiri mælitæki og ég finnst svolítið svona stofnana meðvirkni að vera alltaf að sína sko lesræðan og ég fór að hugsa hvað er tölfræðin sko skilningin, af því ég var að nota fjölmiðla til þess að kenna þeim sko og getur hann til að tjá sig og taka þátt í lýðræðislegu samfélagi og veita stjórnvöldum aðall, hver er hann? Hann náttúrulega er bara ekki til staðar sko og það er bara það að kenna þeim að þau þurfa að lesa fjölmiðla eða það veri æskileg sko þá þeim á því að þau náttúrulega er ekki að skilja fyrirsætunar og eins og það er enga veginn ekki þeim að kenna en af hverju fattast þetta ekki? Það er svolítið sko, þess er ég með bókinu heitunni sko þessi bók þegar ég þarna sem sagt er að klára kennaranámið kring 2017 þá er í kennaranáminu þeir eru búin að bæta síðan sko en þá til dæmis eitthvað stórt ábyrgð, það er allir háskólamenntar þarna og við erum í alveg sett í það að fara að pæla í því sko hvort það sé betur að hafa tölur eða bókstafi og ég sem er bara hvað er í einhvernum, já hvað er ég að eyða orkun í þetta eru tákn, skiptum engum máli hvað er táknunóðar og aftur samhengið því að þá var ekki sko verið að kenna okkur í náminu að kerfi gengur út af það í rauninni að þú ert með mats þarna viðmið og þú veist, þetta er einleitt á kennurum ekki, þetta er ekki útskipt vel fyrir kennurum sko matsiðmiðin og þetta er óheppilega uppsett í byrjun sko, það er verið aðlaga þetta hægt og rólega en þarna árinnu virkað þannig að þú er með lýsingu á einstaklingi A, B og C eru lýsingar þú veist, þetta er ekki eitthvað tölfræði upp og niður þetta eru lýsingar á fólki og þegar þú er búin í menntakerfinu þá þú fá stimpil á hendina sem segir þú sett A, B eða C og þarna það er engin þú veist C plus eða neitt annað inn í þessu og hugmyndafræðin er sko og þetta er mjög mismunandi á milli sko greinuna. Svo er það bara ólíka persóna, þannig það er ekkert verða að vera C heldur en A? Jú, í rauninni, þetta er svona standard sko. C er tossabekkur? Já, eða D og þú veist, og svo er orðið tossabekkur, þú veist hvað er það? Þú veist, að vera í aðstæðum þar sem að, þú veist, námsefni er algjörlega aðlagað fyrir allan hópinn, en það er ekki tími fyrir einstaklingin, er það tossabekkur? Þú veist. Ég var bara að meina að þetta er svona stígveldis. Já. A er svona eitthvað sem getur orðið bara háskólaprófessor, það heldur áfram við námi. D er eitthvað svona sem mun eigi erfiðleikum. Já, bara þar viðtaka aðstoð. C er eitthvað sem er ekki með sína styrkleika kannski í námi og þú veist, B er þá, þú veist, svona hefðbundin einstaklingur sem er að leggja á sig. En hvað er bakvið þetta? Þú veist, hérna í samfélagsfræðinni, það eru yfir 50. Ég er ekki með bókina sem ég var alveg, ég skrifaði niður hvað er margar sko, þetta eru það síður hérna. Þetta er allt einhverju hæfniðmið, þau eru alltaf mörg og þetta er að skapa vandamál, sko, við megum breyta þeim, sem skóla vissu það ekki, tók þetta bara hráttinn og það er svo mikið vinna sem fer í það líka að vera endurvinnenda sko og yfirleitt þegar það eru sýnt dæmi þá eru þau tekin úr yngsta stíðunum. Það yngsta stíð er raunin það sem er að sko kerfislega virka best en svo fer þetta svona að vera turnin sem fer að halla og hrinur á endan það kynmálingustíðinu. Leikskólanir eru eiginlega hlutastlega betri heldur en grunnskólinn á Íslandi? Nei, það er fyrst til þriðji bekkur með aðalnámskrárna og nú er þetta kerfislega vandamál sko út fyrir hverfi líka. Af því að þarna sko, hvað er B í einum skóla? Af því þetta er svo huglægt sko, til dæmis... Við skulum ekki tala tölustafi eða bókstafi af því að þú sagðir að það væri bara tákn.
Já, en ég sagði að vera tákn, en nú þetta lýsingar. Þannig að, og þá fyrir við aftur að fara að pæla í, sko, ok, hvernig kemst það í hvort að lýsingin stenst? Og þá lendur í vandræðum, af því að eins og í samfélagsfræði kaflanum, þá sko ertu með 56 sætniðmið og þetta voru svona ákveði stofnanahópar og nefndir sem voru að rífast hvað má vera inn og hvað má ekki og gátt ekki sleppninu, þannig að þetta ég grínast þetta með það sko að náttúrufræðin vill vera samfélagsfræðin, þess vegna í kennslubókum þar er verið að tala súmera og hjólin og svoleiðis, en samfélagsfræðin vill vera Guð, það bara ekkert sem að kemur henni ekki við, sko, frá sálfræði, þú veist, þjóðmenningum, bara öllu, þú veist, hún er svolítið aðeins og víðtæk, sko, og þarna vandamáli skapast við það, og ég get nota aftur reynslu sko af dóttur minni og hún alltaf færði sig um skólarindar, hún færði sig innan hverfis og mjög hátt hlutverð líka, það breytir litlu með þú veist, hvernig henni gekk og hún reyndar á það inni þegar hún kom til landsins, hún fekk aðlögun, hún fekk sem sagt aðstoð íslenskusmannamál innan kerfisins, en það er, þú veist, þegar allir þurfa sömu aðstoð, þá ertu náttúrulega komin á svolítið skrýtin stað og það kerfið er löngu brostið, sko og það er partur á vandanum en ég er aðeins að missa mig. Já, en ég ætla aðeins að spyrja þig því að þú skrifir þessa grein og líklega er viljinn sá að fólk átti sig á því hver staðan er svo að við getum fundið svona lausnir á því. Já. Og þú upplifir það að við séum eiginlega ekki gera grein fyrir því hversu mikill vandi er í skólakerfinu. Já, og ég mest bara reyna að, ég veit á til að tala lengi, ég var akkurat í að því af hverju við sjáum ekki sko kerfislega og það er með þessir sko þetta eru mælistökurnar okkar og það er alltaf beiglaðar. Það er ein leið til þess að lýsa, það er búið að bæta sumar. Þannig að svo við værum að skoða árangur krakkanna í þessu skólum út frá þessum þá myndum við ekki sjá þetta. Þetta er ógagsætt sko, það er til dæmis hæfniðið með í bókinni sem segir sko, getur nefndið mælt, og ég get ekki sagt þetta orðrétt að ég er ekki meina mertunum, en getur nefndið mælt 2 punkta á korti og barn í skólanum og ég segi ok, greit, það getur gert þetta. En það er náttúrulega mátt ekki sko. Það var svo ljótt að mæla börnin þannig að sama hefniðið mig segir sko getur mælt 2 punkta á korti ásamt því að þú veist þekkja helstu hættur utan dyra og mögulega verið eitthvað meðvitaður það og þá fær barnið eitthvað land. Er það því að það veit ekki hvað eldfjall er eða er það því að þú veist átt að segja á hættu lausaganga hunda í Reykjavík? Hver er að stýra þessu? Og hver og eitt kennari er öðruvísi, hver og eitt skóli er að setja upp öðruvísi og svo er bara sko ég get ekki myndað með neitt sem getur farið og sagt heyrðu þetta er B og ætla að skoða all hæfniðið sem barnið hefur fengið. Bara hvernig ósköpunum var það fundið út. Það er engin samleið þarna á milli og þetta sést á samfélagsfræðikaflanum af því að hann er svolítið í mótsætt við sjálfan sig af því að matsviðmiðin eru skrifuð öðru fólki heldur en þarna hæfniðmiðin og þegar þetta verður innleitt þá er þetta bara vilt af vestrið. Ég fór á ráðstefnu í háskólanum og þá er kona á sviði að segja það að þú veist skólinn endur skrifað hæfniðmiðin þannig það er tímið það sem er bara mjög jákvætt sko. Ég er ekki að tala það niður og líka matsviðmiðin og þá fer ég að hugsa sko, og þá er fólk að klappa og segja bara you go girl og allir kátir sko og ég þurfti að vera astinn sem að þú veist sér keisaran og réttarmönnur segir er það ekki ólöglegt, er þetta ekki að stofna nýtt menntakerfi og þá er rétt að því þú mátt ekki breyta matsviðnum því þá að vera, þú veist, mælikvarðin sem fyrir inn í framhaldsskóluna og núna er náttúrulega pressa á sko fólk vil að börnin fá góðar einkunnir og skólar eru í vandræðum að því að þú veist, ef það er farið í mál við þig, hvernig ósköpunum ætlar að útskýra hvernig þessi orðasúpa bjóð til eitthvað sem er kannski ekki endilega í sama samhengi, þetta er svo huglegt og þetta felur vandan sko það er enginn að fara í skóla taka, þú veist og bara gefa öllum D þú átt líka að meta, og það flækir þetta sko, þú átt líka að taka með að þeirra fórsendum þannig við erum búin að búa til algjörlega ógagnsætt kerfi og það þjónustar engum við erum búin að missa frá okkur sko, og blindar okkur fyrir því hvert er ástandi á kerfinu almennt að því að já algjörlega og þetta átti að vera gagnsæðara og það er, þú veist, ef þú ferð á Infometu síðuna þá er þetta dásamað en þú veist, þeir hagnast að því að selja þetta, þú veist, þannig að ekki Má ég spyrja einu hérna þetta sem hún að lýsa hér og svona afstæðan til þessa einkunnuna eða hvað heita, umsagnarna og fleira er þetta afstæða sem er almenn meðal kennara? Sko, vandamálið er reyndar að við getum ekki talað þessa bók frekar en annað því að hver og einn er með sikkert kaflan, sikkert aldurshópinn og skólar fóru að taka upp á skynsamir hlutum eins og að búa til nýtt sem var að setja þú C+. Og Infomentor er inn í stýri sko rammanum að það er forritið og þeir gera bara það sem fólk biður og þá ertu búin að búa til kerfið það sem sumir skólar geta gefað þið sko plus, aðrir ekki. Þannig að allir skólarnir fóru að taka upp á því og þú veist kerfið er náttúrulega
kennarar bregðast þeim með skynsemi. Gamla kerfið alveg inn í nýja kerfinu, þó þú sjáur það ekki lengur. Þau veit alveg hvað að gera, þetta eru fagmenn. Og þú veist, margt sem við gerum, þú veist, að átta okkur á meðaltali og hvað fólk stendur með við svona sem maður allast til. Kennarar eru fagmenn, sérfræðingar, þeir vita hvað að gera. Þrátt fyrir bókina eru að standa sig og þarna, já, þú veitir. Ég bara að spyrja það sem að þú ert að ræða hérna. Finnst þér eins og þú setja endurvarpa afstöðu kennara næstu því almennt? Eða þetta svona þín niðurstaða? Sko, ég hef talað þetta og ég veit það að kennarar eru alveg að þú veist, klepra á þessari bók. Sumir eru rosa fylgjendur þá ákveðnar hluta og þú veist, dásama sko hugmyndafræðin ekkert slæm. Þú segir henni já, ok, gamla kerfið var vont að þú varst með eitthvað meðaltal og þú veist veikur vorið og svo þú veist að þú varst ekki í þessu prófu þá færðu þú veist 7 í stæðin fyrir 8. Það maður fattar skynsemin í því. En þú veist, við þurfum líka að vita hvað að gera. Hérna erum við svolítið að missa þú veist, tökin á því og hver og eitt skóli tók semst mismunandi stefnu og þarna það vantar samræmi og það vantar trú fólks á það að þetta sé raunhæf leið til þess að þú veist, þú getur ekki sannreynt neitt. Það var erfitt að sannreyna hvað kemur út úr þessu að þetta er svo huglegt. En varðandi hérna, þitt mat á svona stöðunni í þessum skólum upp í Breiðholti, myndu telja það vera svona almennt matkennara sem að þú svona... Sko, ég vil meina og þegar ég talaði þetta... Þú endurspeglar eða þetta svona þín niðurstaða sem að kannski sko, róttakari eða meira augrandi heldur en aðri kennarar? Ég held í rauninni bæði það að ég til að tjá með þetta og ég skil bókina. Þú veist, ég er svona svolítið... En ástandi upp í Breiðholti? Sko, það er alltaf ómannulegt bara í rauninni og ég þarna það er bara ekkert annað orðum það og svo náttúrulega Myglan líka. Þetta fólk er veikt út af Myglu, þessi hús eru búin að vera ónýtt, það er að verða fyrir heilsutjóni, miklu álagi og sko og það veit alveg, það vill gera miklu meira. Svo er verið að þú veist það bara þorir enginn að segja að þú veist þetta er ekki ganga upp og hverjum með það að kenna, kennararnir taka þetta inn á sig, þeir halda átt með vinnunni, þannig að þau brennu upp. Þá kemur að því hvað getum við gert? Þú hefur nefnt hérna að það vanti fleiri kennara bara á svæðið út af hérna þörf nemendanna fyrir að læra íslensku og að geta tekið þátt í einhverju gagnlegu samtali því að ef eru fáir kennarar sem eru að stýra því að þá bara verður fólk skilið út undan. Þetta þurfa samtal og hvað leið sem þú tekur ef að barnið fær samtal á íslensku reglulega, þá mun það dafna. En svo varstu byrjað að tala sko eins og að hérna, maður sá bara eiginlega svona skúlbossing að hérna, væri eiginlega lausn á því að taka hluta af krökkunum og dreifa þeim bara yfir á aðra skóla, þó svo það var ekki hverfisskólar, bara til þess að það væri hægt að ná einhvern veginn utan fellaskóla og svo hefur við náttúrulega Ég er ekki bara að tala fellaskóla, svo er líka með skóla sem eru komnir í sko 30-40%. Já, fyrir ekki ég bara tók það sem svona dæmi. Sem eru augljóst dæmi og þú veist, sem íktasta dæmið og að það myndi hérna hjálpa fellaskóla kannski að ná tökum á sínu verkefni en það myndi líka kannski hjálpa flataskóla eða eitthvað, ég veit ekki hvað það ansið til það. Ég myndi líta það vegna þess að þeir eru bara gott að því út af lýðræðis markmiðunum að hafa svolítið blandaðri hóp þar líka því að það er kannski of einsleitur íslenskur hópur. Sko nei, þetta er inni og það er bara sérstaklega við þetta sko en það þarf alltaf, veist, að því við erum að reyna að og þetta er svolítið flókin umræða sko, þarna, jú, myndir þurfa að hreyfa börnin til eða alltaf ekki setja fólkin, þú veist, þá bara þarfst að gera eitthvað, þú verður að gera eitthvað og þarna að færa börnin í þú veist, umhverfið sem að jafningar eru sterkir í íslensku, það er laust, en þú ert með fullt af börnum sem að þú veist, er í þessu umhverfi með íslenskan uppruna og eru með alveg sorglega fátækan orðaforða, af því það er ekki neitt í umhverfinu, þetta er ekki sko upprunnin einn og sér, þetta er bara vanræksla og neita að þú veist, takast á við það að við þurfum meira til þess að gangi upp og börnin þurfa samtal, þau þurfa að geta tala tungumálið við ykkur og það er vandamálið og hvað sem þú færið þau til að byrja með og svo býður upp aðra aðstæður, það er bara spurningum þú veist hvernig við leysum þetta þeir eru búin að viðurkenna hvað er að. Ég ætla ekki að byrja þig að leysa vandan. Jú, það er þetta tileið og hún er í greini en þú veist, ég segi hérna 5 sinnum fyrir að ríkið þarf að koma inn allir skólar í landinu þurfa að vera með sama bakland og þá er mállist. Þú bara ef að ríkið tekur skólanum tilbaka og átt þess á því að þú veist að því þú getur lent í aukaföllum aðstæðum í mismunandi sveitarfélögum þá er þessi trygging í formála ekki trygging. En ef eitthvað sveitarfélag ætti að ráða við það var náttúrulega Reykjavík. Alls ekki. Reykjavík fekk ekki úr þarna jöfnunarsjóði. Reykjavík er búin að setja alveg hellingur af peningin í þetta. Þú veist, ég þarna til dæmis var með snillismiðum verkefnisstjóri og þú veist, ég putti flughermir svo börnin gæti þú veist fengið sjálfstraust og þú veist fengið að dafna og njóta sín
og nýttið bara, þú veist, þessa nördatekkingu, ég hef komið með sýndarveruleika inn og þú veist, mér gera flotta hluti með borðspilum, sko, það er fjármagn, það er vilji, en þú leysir ekkert svona kerfislega vanda með styrkjum á til, þú þarft í alvöru bara að þú veist, stokkið upp, þú verður, ykkur þarf að koma inn og taka ábyrgð á heildarkerfinu. Ok, það er til lausn, eins og sagt þér. En síðan það sem er náttúrulega undirtóninn í greininni, að ef að við finnum ekki lausnir og leitum hratt, þá getum við lent í sko hryllilegu ástandi með hverfið, með þessa kynslóð. Og ekki bara hverfið, þú veist, þetta er nefnilega, sko, við byrja þar, þannig að þú veist, þú ert með kerfið sem kann ekki að greina sjálfan sig, getur ekki sagt, ok, þetta er ekki ganga upp hjá mér, það er alltaf að klappa sér á bakinu. Ég sagði hverfið. Já, ég sagði hverfið, okay. Og birtingamyndin er hverfið. Hverfaskóli minn er ekki sérskóli, þannig að ég er að dæma allt kerfið í heilsinni, að því að í rauninni, ef kerfið getur látið eins og hverfaskólinn sé bara eðlilegur og þess að ganga upp, þá er eitthvað mikið allstaðar. Það er eitthvað aðalnámskráni, það er eitthvað stjórnsýslunni kringum þetta og þarna til dæmis það sko að ég sé bara í vondum málum út af heilsunni að það hugsaði enginn sko mig og börnin. Var enginn að pæli því að þú veist að þessi hús væru bara þú veist vistvæn. Þetta er stærra vandamál, þú veist, það er ekki hægt að rukka Reykjavíkurborg það að fara að laga þetta. Hvað leiðin til þessi hvað? Það er að hækka fasteignagjöldin sem að hækka þá húsaleiguna og því miður hún þarna óhefnilega há og við erum með, þú veist, ríkisstyrkingu á því. Við erum með þarna húsaleigubætur sem renna til þá sem að leigja þetta út í rauninni og við erum ekki að passa okkur að setja ekki þak á þetta og tala eins með það í greinni minna, þú veist, við alltaf hrunið, það voru samsteypur, þú veist, það var útboð og þetta er selt í einhverjum stæðum og svo kaupa þau hvern annan og sá sem var með fyrsta útboð hann bara kaupið seinna sjálfur og þú veist við þurfum að vanda okkur þetta mikið og við höfum ekki gert það en þú veist, ef Reykjavíkurborg á að sjá um þetta þá þurftum við að hækka fasteignagjöld og þá erum við að fara að misturinn með þessu fólki ennþá frekar og það er bara ekkert lausnin, þú veist, við verðum í alvörunni að fá ríkið inn og stjórnmálamenn hafa ekki sagt neitt, það er engin flokkur búin að tjá sig og mér finnst það athyglisvert, ég býð bara og sé sko hvað verið sagt, Katrín Jakobsdóttir, hún er í formálunum, hún hlýtur að vita af, þú veist hún er í framboði, þannig að hún getur kosið hann eða kosið en nú ætlar hún sko í framboði til þess að sem sagt, við verðum það þjóðan afskipta þú veist, hún ætlar ekki að taka afstöðu þú veist, þannig að það verður líka vandamál ef við fáum forseta sem að vill ekki taka afstöðu ég myndi frekar fá hana með þá sína samfæringu og skipta sér aðskilur forsetin á að vera svona ákveðin öryggisventil og þarna það er mikilvægur hluti og þess að skrýta við sem að fá einhvern úr pólitíkinni beint yfir í stöðuna kannski, en maður veit ekki svo sem hver tekur þetta en hún mætti alveg svara þessu og þarna það hefur verið gott fyrir hann að vera það áfram þú veist, í því embætti sem hún var í, það eru raunveruleg völd til að leysa þessi vandamál. Ertu alveg upp í Breiðholtinu? Ég bjó í Breiðholti, leikskólaganga var í Breiðholti og þarna ég flutti þaðan heldur ég var 10 ára og þarna, og svo flutti ég aftur tilbaka. Þannig þú manst eftir var það Efra Breiðholti? Ég var í báðum Breiðholtunum, ég man alveg eftir, þú veist, gömlu stemmingunni. Sem er bara svona, ég veit ekki hvað þetta segja, bara klassíst lágstjættarhverfi, fólks af innlendum uppruna. Það voru sem sagt verkefnablokkir og þú veist, eignarhald hefur breyst og þarna, og bara því miður þá eiga festir í hverfinu íbúðuna sínar, en þú veist, sumir. Ég man alveg eftir því sko og það er svo tilheyri þinni fjölskyldusögu en núna er þetta áfram lágtekju hverfi en það er bara lágtekju fólki að búa að svissa það er stórlega breytt það eru fólk mikið frá Austur-Evrópu líka frá Asíu og alls staðar áður á heiminum og maður svo sem skynjar þetta þegar maður fer upp í Breiðholt samt ekki mikið. Nei og það er skemmtilega með þess að sko sem ég kalla fjölmenningar þráarötu og það er þetta sko við leysum öll þessi vandamál með fjölmenningar þráarötu þannig að þeimur mér eru upprunnin frá þú veist 3 heimsálfum og þú veist við erum að tala um Jemen, við erum að tala um Mórakó, við erum að tala um Ísland hjá mér og svo Bretland og með þess að tengsl Þýskalands það ætti bara ekki að reyka heimilið með við það sem sérfræðingar segja sko hvað þetta er allt viðkvæmt og snúið og flókið en þegar þú tala við fólki í Breiðholtinu sem er bara fólki í Breiðholtinu burtsið frá því sko hvaðan kemur það er allir á YouTube, það er allir á Netflix menningin er sko löngu orðin að svolítið svona alheimsmenningu sem er þú veist partur af þessu þarna globalization dæmi það er miklu líkari heldur að vera ólík það er bara engin munur á fólki nema aðalega í einhverjum tilfellum er það sko framkvæmdagavar kvenfólki og það er sjaldgæft þú veist en það eru svona einu árekstrarpunktarnir sem að ég sé og mér finnst ekkert leiðilegar en að fá sko eitthvað sérfræðinginn
sem að tala fjölmenningu við börnin í þú veist, í fjölmenningakverfi og að segja sko að vandamáli fordómar og allir bara sem hvítur og litin eru rasistar og burtséð frá því að þetta eru börn sem kannski erfitt að vera hvít og ekki innfædd og þarna einfalda því svona ljóta pakka, vera raða fólki í hópa, minnka samkendina, bara skrúa hann alveg niður og svo kannski við komum að tjá sig í fjölmenningum með að langar að flytja til London af því það er svo mikið fjölmenning, bara kotti í Breiðholtið, þú veist, vertu með okkur og þú veist, ef dreymir í fjölmenningu kóti til okkar, en þú veist það alltaf að vera fyrir vonbrigðum að við erum öll að borða pólskan mat og þú veist við kunum að sletta á mörgum tungumálum en menningin ekki fjölmenning þú veist, þetta bara fólk sem í sömu aðstöðum. Bíddu, menningin ekki fjölmenning, hvað menningi þá? Amerísk útgáfamenning eða þetta íslensk menning eða hvað þetta? Þetta bara Breiðholtsmenningin, þetta bara nútíma Breiðholtsmenningin að þú veist, ég festi bílinn minn og þú veist þarna, ég veifa bara næsta manni sem í bíl, hann stekkur út ég byrja bara að tjaka, þú veist skilur maður íslensku, nei, ok skilur ensku, smá þú veist, og hann ætlar að hjálpa mér og við fyrir bara í það að losa bílinn, þú veist þetta æðislegt, það samkennd, það samstaða og við erum ekkert að pæla í því, þú veist, hvernig við erum á litin eða neitt svoleiðis og þarna það raunveruleiki. Þannig að samfélagið, þú myndir meta það gott og efnilegt og bara stundufallegt og þú veist, og ég meina með sínum svona annmörkum og átökum og þú veist eins og var líka í gamla dag, það var þarna fullur kall sem að barði konuna sína og þú veist, þannig var það og þannig það líklega áfram, þannig það annmarkar. Sama hverfið, þetta bara ofgóð saga, sko, ég þekkti barn sem ég leik með 2 systkini og eitthvað veðdög þá var mér sagt að mamma og pappi dói þarna slísi og bara vinnu horfin, allt í leið, en það var svona rosa brunamerki í kringum íbúðina, þá hafði hún einmitt sko þetta var drikkjufólk og hún hafði hellt bensín yfir hann og þarna og þú veist, þannig að þetta hefur alltaf verið sko, en við erum bara að tala þess sem að, þú veist, þú myndir kalla verkafólk þetta bara fólk sem í vinnunni að borga skattana sína og við vitum það, ég fengi fólk hérna til þess að rifja upp Breiðholt á sínum tíma og fólk sem ólst upp í fellahverfinu og svona talar að mikilli hlýju það hverfi öfugt við það sem að fólk kannski heldur og sálin ennþá þarna að samfélag lágtekju fólks getur verið hérna ótrúlega sterkt og miklu sterkara heldur en kannski það sem að fólk rennir bílnum sínum inn í bílakjallarann og tekur lyftuna upp í íbúðuna sínar þannig að það bara þannig það getur verið hérna, mjög sterk samfélag það sem eru sko hérna ekki blöndun stjætta heldur bara lágtekju hverfi. Já, þetta svona vandinn sem þú lýsa skólinn og svona grunnstóðirnar sem ætti að koma frá einu opinbera undir þetta samfélag. Allar grunnstóðirnar eru í vandræðum. Vandamál ekki samfélagið. Já, og svo erum við líka, eins og ég sagði í greinni, ég þorði að segja það, með sko við erum að bæta, sko, barn með erlendur uppruna sem talar ekki tungumálið og kannski hefur aðrar þarfir líka. Það veldisvöxtur á málum sem við þurfum að vinna úr. Af því þú tekur samskiptin í burtu, þá þyngist allt, sko. Og svo erum við náttúrulega, sko, óhaflega bjartsýnum bæði okkar eigin framistöðu og þú veist, hversu lengi þetta má ganga án þess að við förum að vinna í þessu. Hættan ekkert að þú veist, tökum við flóttafólki allt í lagi, en gerum við það endalaust án þess að þjónusta þetta fólk. Ég meina, sko, það leikskóli í hverfinu, þar fólk að bera sig stundum á mótnana. Og maður myndi hugsa mér bara guð minn almáttu, þetta vera forsíðufréttir, hver fyrir að tala um þetta og það eru matabifræðir sem eru bara langar og leiðilegar og þarna matabifræðir hvar? Það mataraðstoð hérna í fjölskylduhjálp já, menn fólk þarna klukkutímanum saman og svo ertu líka náttúrulega með fólk í þeim hópi sko, sem þarf miklu víðtækari aðstoð og þú veist, það eru hættulegir einstaklega sem gangum og það ekki sko, ég sé alveg umræðan það sko, já, það fordómar að halda flóttafólk sé hættulegt og þú veist, þú ert að miskila menninguna en þegar ég sé mann sem sko fullri heift væntanlega, þú veist, í alvarlegri sko krísu, geðræði ekki að fá neina aðstoð og mögulega búin að ganga um alls konar tráma og þú veist, hérna á landinu bara hvað með þetta hvaða fórsendu og þú veist, og hann að hóta fólk í Verslunssýri og ég með barnið mitt sem var 5 ára og ég fatt að ég fór fótgangandi þú veist, þá orðin leiðin heim hættuleg og svo sama dag var ykkur barinn meðdunlaus og fannst í hverfinu og var aldrei sagt hvar og þú veist, það ekki fordómar að segja að þetta ekki í lagi, þú getur ekki bara verið með fólk sem að þú veist, þarf aðstoðlaust og það semst svo þessi öfgadæmi þau svo sko rugla okkur í rými til að skoða heildarmyndina þú ert með verkafólki sem þú veist, hérna og þú veist, jafnlega annarri kynslóð og svo ertu með sko fólk sem í viðtækum vanda og ekki verið að þjónusta og við erum að eyða peningunum á öllum vesturstöðum sko eins og dælaði í leigukerfið
og við erum bara stefnið það núna að þú veist, Íslendingar eru bara í hættu að vera heimilisleysir, fullt af fólki bara kortir í það að missa íbúðuna og það treystir ekki kerfinu til að taka við því. Ég beið 5 klukkutíma í alvarlegu nýrnastunarkasti sem sko ólýsanlega sársaukafullt á Slysó og það bara, sko, ég myndi ekki bjóða neinum upp á það, bara ekki mínu versta óvinni, sko. En ef maður fer svona svolítið aftur í baki tíman þá kannast ég við miklar umkvartanir á fólki sem að leiri hjá félagsbústöðum. Ég myndi okkur einstæð móðir með 2 börn og hún fær útlutað íbúð í blokk og þar einni íbúðin er gríðalegt óreglufólk. Það sem eru stanslaust partí og brotin upp hurðin og kveikt í póstkassanum. Já, það er fólki eins og ég var að segja. Þannig var þetta bara fyrir 20 árum og 30 árum, þar sem að vera kvarti við þessu og þá segir einstæð móðirinn af hverju er bara einn skúffa hjá borginni í félagsbústöðum að fólki í vanda og það er svo ólíkt fólk og sumir þurfa bara allt öðru sér aðstoð heldur að vera þarna. Ég er ekki að segja það að drykkjufólkið eða ofneyslu fólki sem var þarna á 2A að það eigi ekki að fá þjónustu hjá borginni en bara af hverju mín fjölskylda að búa við þessa óþarfa ógn af því að búa í nábýli við þetta fólk. Já, sko, þannig að þeir eru komin yfir sko ákveðin hættumerki og þau dæmir í sjálfgef en til dæmi sko, það er bara hættulegt að þú ert með einstaklinga sem eru sko, það veikast stjórnir sjálfum sér. Bursi frá uppruna. Þetta er bara fólk í sko hryllilegum aðstæðum og er ódreiknarlegt. Þú veist, hver vill senda barnið sitt gangandi í skóla, vitandi að þú veist, það eru mjög svona desperandi einstaklingar sem að þú veist hafi ekki eins og von, sko. Hvernig metur þessu? Með því að þjónusta þessu fólki? Sko, í rauninni náttúrulega, það er 20 að koma til. Fyrst er náttúrulega löggæsla, og löggæsla er ekki, þú veist, að vera að refsa fólki og það má ekki segja, þú veist, nei, þú mátt ekki handtaka fyrir útlending. Nei, þú í rauninni, og handtakar ekkert að þú veist, setja eitthvað í fangelsi, sko. Þú ferð með valdi til þess aðstoða einstakling sem er í vanda. Ef við komum til hættulegu sjálfum sér og öðrum, þá bara átt að gera það, sko. Og þarna, en þegar þetta er orðið, sko, þetta er svo tengt við staðinn, að því fólkið er að fara það sem mataraðstofinir. Og það er líka vandamál, sko, við ríkið að skaffa fólki mat. Þú ert ekki að vera að þurfa að leita eitthvað í kirkju eða að fara eitthvað annað að vera að sækja þér, þú veist, hluti sem að, þú veist, matur, húsaskjól þarf heldur ekkert að vera neitt æðislega, sko. Þú þarf bara öryggið og þarna að vera, þú veist, með íbúð á vondum stað, nú er ekki orðið þannig að það séu vondir staðir, sko. Það er ekkert betra heldur en að vera, þú veist, í þarna, í einhvern búðum þar sem hefur kannski herbyggiskilur í einhver tíma. Þú veist, við hugsaum að svo rámt að þarna, að við tökum samhengi alltaf í burtu. Varðandi Breiðholtið, þú tókst að dæmi fólki sem er að bera sig við leikskóla og er með ofbeldishegðun svona og ég er ekki að sko ég vil langar bara að spyrja þig, heldurðu að það sé minna gert í þessu upp í Breiðholti heldur en ef þetta myndi gerast í Fossvoginum eða 107? Nei, ég held bara að sé allir búin að venjast þessu og það er ekki en það er fólki ekki búin að venjast þessu í 107, það verður bara að kæmi löggan bara babú. Já, til að byrja með, sko, en náttúrulega þegar það verður daglegt, þá hættir það að pæla í því, sko, að því að í rauninni, sko, eitthvað sem þarf að komast á klóstið og er settur í það neyðarlegu og ömurlegu aðstæður að það er ekki salerni og þarna, þá bara, þú veist, lítum við fram hjá því. Eins og raunveruleikinn á strætisvagnanna niður í Mjódd. Já, og flestir sem eru mitt í, þú veist, þessari mataraðstoð, þeir eru ekki, sko, í byrjuðinni, þeir eru ekki hættulegir, alls ekki, sko. Þetta eru einstaklingar sem eru, sko, þarna, bara á vondi stað og þú veist, og þeir blandast inn við alla hina og þarna, og það sem fyrir aðalega bara í töðuna með því að, sko, óttinn við umræðuna. Auðvitað að þú ert, sko, að flýja landið þitt og ert á einhverju stóru ferðalagi, þá er eitthvað búið kom fyrir. Og þú ert með það á bakinu og þarna og þú veist, þjóðfélagið þarf bara að taka við því þú veist, þú ert að taka við fólki eins og það er ekki vera raðið í þessa kassa og segja, þú veist, já, það er bara fordómar að hafa áhyggjur af þessu sko, við höfum líka skynsemi og það sem að mér finnst eitt leiðilegast er sko að fólki með mestu fordómana að mínum að því, það segir við mann sko að ekki tala niður kennarastéttina passa á því, ekki tala niður hverfið þitt ég líti ekkert niður á hverfið mitt ég líti ekkert niður á kennarana þannig að ég líti ekki á þessi að tala neitt niður. Þetta er fólki sem er í rauninni að signala mér sko það lítur niður á og þarna, og mér finnst það svolítið sorglega sko. Og maður er ekki tala neitt ástand eða maður sé bara fullkomið. Já, við vera að horfa alltaf á, þú veist, það gerir góðir hlutir en þú veist, ef afurðin er ekki gangu upp, þá náttúrulega, og þá er, þegar ég segja afurði í einu skólu er ekki gangu upp, þá kerfi heilsin ekki gangu upp. Og ég bara er virkilega að meina það, ríkið þarf að koma inn, ekki til þess að fjármagna þetta, þetta er til að ábyrgð. Þú veist, það þarf að vera eitt staður sem tekur ábyrgð á þessu,
Ríkið kemst upp með það að skapa, þú veist, endalausar væntingar og þarna án innistæðu. Í kerfi sem er eitthvað Sveitarfélögin bara, nei. Og endanum stendur þú frammi fyrir bekk þar sem þú ert raunverulega að svíkja krakkana þá menntun sem þau eiga rétt á. Já. Og þú ert í framvarðasveitinni og ert raunverulega að svíkja að þú sem endanum gerir það. Já, vegna þess að það vantar alla línuna þetta fyrir aftan þig. Og ég, þú veist, hef oft sagt að þarna, ég gæti ekki hjálpaði með stofunni þannig ég fór út fyrir stofuna og þetta er ekkert nýtt sem er í grunni, sko, ég er búin að fara í náttúrulega, þú veist, ég fór í framboð í stjórnkennarfélagi Reykjavíkur og er núna í formannsframboði og það, að því ég, þú veist, vill fá að tala og mér finnst þarna kennarfélagi Reykjavíkur bara ekki að hafa sagt neitt ekki, þú veist það er ekki verið blásið neina lúra allavega og þarna ég er líka í þú veist, samningarnefnd félag grunnskólakennara og þannig ég er búin að vera svolítið aktífur í þessum félagshlutum og það er ekki mitt eðli að vera að taka þátt í svona en ég bara sprakk svolítið inn í mér út af þessu og öðrum málum. Það er alltaf búið að vera sko lífeyrin, ég sikir lífeyrin, hann lækkaður 34% þegar ég útskrifast, bara þú veist, kortir fyrir útskrift breytar þessu. Ég borgaði sama og kollegar en ég fæ minna tilbaka. Það er vonandi verið leyst með einhverju dómsmáli. Það er vont kerfi og kannski ég er að blanda því núna. Þannig ok, ég verið vonbrigðum þar, svo náttúrulega heilsa mín eyðilögð með aðstæðum og samvinskubitið mitt fyrir að geta ekki verið í vinnunni og þú veist þess að margt sem ég þarf að vera að gera og þarna ég fenn náttúrulega líka sko eins og það var samráð þú veist nýja skólakerfi því að það er hættulegast að við stjórnmálamennina þeir leggja niður kerfi og byrja upp á nýtt. Það tefur allan prósessin sko, það er til þarna drög aðgerðaáætlunum hvað að gera þetta í tungumáludæminu en þeir lögðu niður stofnunina, þú veist. Og svo er alltaf að byrja upp á nýtt, að finna aftur sérfræðingarna og ef það er ykkur sérfræðingar að fara að dæma þú veist allavega menntakerfið, þá eru það að vera kennarar. Þú veist, þeir eru sérfræðingar og þeir eru svolítið búin að kannski taka þátt í þessu umgjörðingu sko á sjálfum sér. Þetta er fólki sem veit hvað við þurfum að gera og aðstæður eru mismunandi en mér finnst að sko ríkið þurfi að tryggja menntun í landinu. Þá engin annar að vera að tryggja það. Ég sé ekki sko sem stjórnmálafræðingur lógikina í því að við séum með einhvern eitt hlut sem er skólaskylda, þetta er eina skyldan okkar og við leifum því bara að það séu bara alls konar útfæslur. Að þú veist, fólk vil ekki, þú veist, ríkis bensinstöðu eitthvað, það skiptir með engu, en þarna er sko, ríkið er að skylda þig og ríkið er með einokun og ofbeldi, það má draga þig inn í þessar stofnanir, hún þarf þá að vera eins og öll. Það má taka börnin af þér ef að fara ekki í skóla. Já, og þannig að þetta er svolítið meir en bara sko sveitafélagsmál. Herðu, Eðvar, takk fyrir að koma hingað. Já, takk fyrir að þarna mikilvæg mál og við ætlum að reyna að halda hérna áfram, kannski fæ ég þið hérna setna þegar við erum búin að fara svona eins og eitt hringum þetta mál og efnum til svona fjölbreyttir umræðu, stundum er gott að byrja á því að tala svona við einn í einu þegar það er svona náutan við það, en svo kemur að tíma það er gott að fá ykkur svona orðaskipti. Já, ég þarna er alveg óhrættur við hjá mig og þú veist það brennir í mér að ræða málið, þannig að ég Robert, takk fyrir það. Og ég þakka Eðvar og öllum gestunum sem hingað komu í dag, kærlega fyrir og ykkur sem eru að hlusta og horfa. Það er þið sem að búið til hennan galdur, breytið þessu samtali okkar Eðvars yfir í eitthvað sem að gæti kallast fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur mikið með því að benda vinum og vandamönnum á það efni á samstöðunni sem að ykkur líkar og þá fara þeir að skoða og þar með byggist upp dreifikerfið, þannig virkar kerfið í dag. Við höfum ekkert efni á að auglýsa, þannig að við höfum bara byggst upp á góðri afspurn. Við getum bent á að efnið okkar er á Facebook, það er á YouTube, það er á öllum hlaðvarsveitum, það er í útvarpinu, 89,1 á FM á Stórhöfðborgarsvæðinu, það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilarann, spilari.is á netinu og spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og þá getið þið hlustað á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið, já þeim sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum, við erum með 5 á fjarstýringunni, vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efnið frá samstöðunni, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Þið sem viljið hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna sem svona öflugan umræðuvettvang og fréttamiðl geti ekki áskrifundur. Þá farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástættur áskrift. Þið getið skráð okkur fyrir 2500 krónur sem er grunnáskriftin, þið megi borga meira eða viljið og þið sem er kjósið getið látið áskriftunar sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem er félagsskapur áskrifenda sem á og rekur samstöðuna. Þetta er sem sagt fjölmiðill í eigu almennings og fyrir 2500 krónur þá getið þið fengið allt efnið okkar en líka eignast fjölmiðl í félagi með öðru fólki.
Það stutt eftir helginni en ég óska ykkur bara góðs tíma yfir hana, svo sjáumst við hérna aftur á morgun klukkan 8 annað kvöld, þá verður rauðaborðið hér með öfluga samfélagsumræðu. En takk fyrir í bili.